Ágæti ráðherra, ársfundargestir og samstarfsfólk. Verið velkomin til þessa ársfundar Sjúkrahússins á Akureyri 2021. Fundurinn í ár ber yfirskriftina Í sóknarhug. Eins og á síðasta ári er fundurinn haldinn sem fjarfundur, en það helgast fyrst og fremst af sóttvarnatakmörkunum. Ég heiti Alís Harpa Björgvinsdóttir og starfa sem framkvæmdastjóri lyfjalækningasviðs hérna við sjúkrahúsið. Mér var falið að hlutverk að vera fundarstjóri hér í dag og mun ég reyna að sinna því verki eftir bestu getu. Í dag ætlum við að staldra aðeins við og líta í baksýnisspegilinn eins og venja er á löngu ferðalagi. Dagskráin í dag er í 7 liðum. Fyrst ber að nefna ávarp heilbrigðisráðherra, því næst ávarp forstjóra, síðan er yfirferð á ársreikningi 2020, þá er komið að hotvinum SAK og síðan fáum við skemmtilega samantekt sem ber heitið Út úr kófinu. Svo endum við á að veita hvatningarverðlaun sjúkrahússins og heiðra starfsmenn. Mér langar einnig að minnast á ársritið okkar, en við höldum áfram á þeirri braut að gefa eingöngu út rafrænt rit, ársrit í 3 hlutum. Ársritið er aðgengilegt á vefsíðu sjúkrahússins. Í því er gerð grein fyrir helstu þáttum í starfsemi ársins 2020 ásamt ársreikningi og öðrum tölulegum upplýsingum starfsemina. Einnig er gerð grein fyrir vísindastarfi og þar er að finna skýrslur starfsemi einstakra starfseininga, ráða og nefnda á árinu. Ég hvet ykkur öll til að skoða þessar upplýsingar. Fordæmalaust er líklega eitt mest notaða orð ársins og það passar vel. Árið 2020 var krefjandi ár og ber þar hæst að nefna kórónuveiruna sem hafði mikil áhrif á alla starfsemi heilbrigðiskerfisins. Veiran kallaði fram hinar ýmsu tilfinningar hjá fólki og óhætt er að segja að hún hafði og hefur enn áhrif á alla á einn eða annan hátt. Margir hafa þurft að breyta sinni föstu rútínu, til dæmis með því að vinna heima, sniðganga að mestu fjölfarna staði eða sleppa því að hitta aðra en sitt allra nánasta fólk. Aðrir hafa þurft að takast á við stærri breytingar, svo sem að missa vinnuna eða jafnvel veikjast af veirunni eða missa ástvini. En eitt er víst að eitt af því sem við upplifum í vetur það er hvers íslenska þjóðin er megnug. Þó við séum fámenn, þá er samstaða okkar virðingaverð þegar á reynir. Það höfum við sýnt margoft. Við höfum nefnilega lært það að saman erum við sterkari. Þetta viðhorf kom skýrt fram í öllum okkar aðgerðum hér á sjúkrahúsinu. Allir stóðu saman. Allir voru tilbúnir að hjálpa hver öðrum eða ganga í hvers annars starf. Allir voru tilbúnir að leggja á sig alla þá vinnu sem til þurfti til að hlutirnir næðu fram að ganga. Það voru engir múrar. Það voru engar hindranir, bara sköpunarkraftur sem hjálpaði okkur að finna lausnir á öllu því sem mætti okkur. Það er gaman að vera þátttakandi í slíkri vinnu. Ég vona að fundurinn í dag verði skemmtilegur og upplýsandi það góða og mikla starf sem hér er unnið og með þessum orðum segi ég fundinn settan. Þá er komið að fyrsta formlega dagskrárliðnum. Við ætlum að byrja á ávarpi frá heilbrigðisráðherra. Gjörðu svo vel, Svandís Svavarsdóttir. Ágætu ársfundagestir. Yfirskrift ársfundar Í sóknarhug finnst mér eiga vel við það andrúmsloft sem ríkir hérlendis í kjölfar þess að allir landsmenn eru að ná sér á strik eftir heimsfaraldur. Frá því að verjast í það að sækja fram. Við slík tímamót er rétt að stilla áttavitann og skerpa á framtíðarsýninni. Mig langar að byrja á því að þakka starfsfólki sjúkrahússins á Akureyri fyrir ykkar framlag í baráttunni við heimsfaraldurinn.
Heilbrigðisstarfsfólk allt land hefur staðið í stafni þessara baráttu í rúmlega ár og hefur sýnt ótrúlega seiglu og metnað í því stóra verkefni. Fyrir það þakkað hér. Mig langar til að nefna nokkur verkefni sem unnið hefur verið að í heilbrigðisráðuneytinu upp á síðkastið og tengjast með einum eða öðrum hætti starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri. Á síðasta ári voru lög heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstofnanir endurskoðuð og breytingarnar voru helstar þær að það var skert á hlutverki heilbrigðisstofnana og verkaskiptingu milli þeirra. Í nýju lögunum kemur meðal annars fram að Sjúkrahúsið á Akureyri skuli veita annars stigs heilbrigðisþjónustu og að einhverju leyti þriðja stigs heilbrigðisþjónustu, meðal annars á göngu- og dagdeildum og að Sjúkrahúsin 2 skuli hafa með sér samráð veitingu þriðja stigs heilbrigðisþjónustu. Þarna kemur fram mikilvæg áhersla á samstarf stofnana og umfjöllun eflingu dag- og göngudeildarþjónustu sem ég tel að sé sá hluti í starfsemi sjúkrahúsa sem eigi eftir að vaxa einna mest til framtíðar. Heilbrigðisþing árið 2020 fjallaði mönnun og menntun heilbrigðisstétta og þar kom meðal annars fram að tilfærsla starfa eða verka einn af lykilþáttunum til þess að heilbrigðisþjónusta geti þróast til framtíðar og við náum að fullnýta alla þá flóru heilbrigðisstarfsfólks sem við eigum hér á landi. Þannig getum við sem best mætt vaxandi þörf fyrir fagfólk til framtíðar. Mannauðurinn nefnilega kjarninn í starfsemi heilbrigðisstofnana og góð heilsa og vellíðan á vinnustað mikilvægur grunnur þegar blásið til sóknar. Þá eru leiðir til að mennta starfsfólk og þjálfa, mikilvægt og virkt samstarf við menntastofnanir nauðsynlegt. Ýmislegt bendir til þess að á Sjúkrahúsinu á Akureyri sé gott að vinna. Starfsmannavelta lág og vel gengur að manna flest störf. Að halda góðu starfsfólki áskorun okkar allra og heilbrigð vinnustaðarmenning ekki síst kjarninn í því að fólki líði vel í vinninni. Nú framkvæmdasýsla ríkisins með fyrirhugaða stækkun spítalans til skoðunar og þar gefst tækifæri til að beita nýsköpunarhugsun í þarfagreiningu sem nú í endurskoðun fyrir nýbygginguna við sjúkrahúsið og þá sérstaklega með tilliti til þess hvernig nýta megi sem best það rými sem losnar í tengslum við flutning legudeilda í nýtt húsnæði. Nýsköpun felur í sér að hugsa hlutina upp á nýtt, hvort sem það með nýjum ferlum, nýjum aðferðum, nú eða nýrri tækni. Á næsta ári stefnt að breytingu á fjármögnun sjúkrahúsa með innleiðingu á þjónustutengdri fjármögnun fyrir ákveðin hluta starfseminnar, bæði hjá Landspítala og hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri. Sú vinna hafin með hlutaðeigandi aðilum og gengur vel. Undirbúningurinn felst ekki síst í því að bæta og staðla klíníska skráningu þannig að hún sé sem best lýsandi fyrir starfsemina sem þar fer fram. Við væntum þess að með breytingunni náist gagnsæi og betri nýting fjármuna fyrir þjónustuna á landsvísu. Annað verkefni sem Sjúkrahúsið á Akureyri hefur haft forgöngu og fengið stuðning fyrir sameiginlegt verkefni innleiðingu á nýju skjalakerfi hjá heilbrigðisstofnunum. Sjúkrahúsið á Akureyri fékk einnig styrk úr fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar til að þróa og innleiða hugbúnaðarlausn fyrir samvinnu í tengslum við meðferð nýrnasjúkra, en verkefnið unnið í tengslum við íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki. Heilbrigðisþingið í ár mun fjalla stefnumótun heilbrigðisþjónustu við aldraða og verður það haldið 20. ágúst næstkomandi. Þjónustuaðilar á Norðurlandi hafa hingað til á margan hátt verið óhræddir við að feta nýjar leiðir í þjónustu við aldraða. Slík áræðni og víðsýni okkar heilbrigðiskerfi mikilvægt til að við getum stuðlað að stöðugum umbótum og þróast áfram í takt við nýja tíma. Verkefnin mörg og fjölbreytt og ég hef aðeins nefnt hér nokkur atriði sem snerta sjúkrahúsið á einn eða annan hátt. Það ljóst að þið á spítalanum sannarlega í sóknarhug eins og yfirskrift ársfundarins ber með sér og sá kraftur skín í gegn í ykkar störfum. Við þetta tækifæri vil ég þakka fyrir einstaklega gott samstarf þar sem að þetta sennilega síðasti ársfundurinn í bili sem ég ávarpa. Takk fyrir boðið á þennan fund og gangi ykkur áfram vel í ykkar krefjandi verkefni. Takk Svandís fyrir hlý orð í garð sjúkrahússins. Ég tek sannarlega undir þau orð þín að vellíðan og góð heilsa á vinnustað mikilvægur grunnur þegar blásið til sóknar og það hlutur sem við eigum öll að leggjast á eitt með að vinna að. Það að skapa góðar og eftirsóknarverðar vinnuaðstæður fyrir heilbrigðisstarfsfólkið okkar. Þannig sköpum við enn betri þjónustu fyrir sjúklingana okkar. En næstur Bjarni Jónasson, forstjóri.
Hann mun fara nokkrum orðum starfsemina síðastliðið ár og þá þætti sem munum hafa á starfsemina til framtíðar. Mig langar að bjóða hann velkominn. Gjörðu svo vel, Bjarni. Ágæti fundarstjóri, ráðherra, gestir og samstarfsfólk nær og fjær. Ég vil byrja á því að þakka ráðherra hlý orð í okkar garð. En nýliðið ár var að vanda viðburðaríkt en ekki á þann hátt sem væntingar stóðu til þegar við héldum að staðinn í árið. Engan hefði órað fyrir því að lítil veira myndi nánast loka heiminum og okkar tímum, en það gerðist. COVID-19 faraldurinn skall hér á í mars. Undirbúningur komu hans hófst undir lok janúar í samráði og samvinnu við heilbrigðisyfirvöld, almannavarnir, ráðuneyti og aðrar heilbrigðisstofnanir og starfsmenn. Það kom fljótt í ljós að þær viðbragðsáætlanir sem við áttum voru ekki miðaðar við á að taka á langvarandi og svona víðtækum faraldri. Það var því ákveðið að setja á stofn sérstaka viðbragðsstjórn til að takast á við faraldurinn og gera ráðstafanir sem þurfti til að sjúkrahúsið gæti tekist á við þá áskorun sem við blasti. Segja má að hún hafi verið þríþætt. Það að veita nauðsynlega sjúkrahúsþjónustu, að taka á móti þeim COVID-19 sjúklingum sem þurftu á sjúkrahúsvist að halda og að sjá til þess að mönnun og aðföng væru nægjanleg til að sinna þessu verkefni. Þetta kallaði meðal annars á öflugar sýkingavarnir fyrir sjúklinga og starfsfólk. Til að sinna COVID-19 smitum var sett upp sérstök legudeild og einnig var opnuð sérstök göngudeild sem vann í nánu samstarfi við COVID-19 göngudeild Landspítala. Fyrsta smitið á Norðurlandi greindist 15. mars og fyrsta innlegg smitaðs einstaklings var 27. mars. Sú bylgja sem nefnd hefur verið fyrsta bylgjan rannsett skeið og enda í sumarbyrjun og fyrir hluta sumars var nokkur eðlilegur miðað við fyrri ár en síðari hluta sumars hófst önnur bylgjan, mun mildari eins og fyrsta. Þriðja bylgjan fór svo á flug miðjan september og verða öllum meiri eins og fyrsta. Vel gert að sinna þeim sjúklingum sem þurftu á sjúkrahúsþjónustu að halda og sem betur fer gengur svörtustu spár ekki eftir en svipað hlutfall COVID-19 smittara sjúklinga kom á sjúkrahúsið og gert var ráð fyrir. Í desember 2020 hóf sjúkrahúsið að greina COVID-19 sýni. Undirbúningurinn var langur og strangur að setja þurftu upp sýkla og veirufræðideild með nauðsynlegum búnaði, réttri þjálfun starfsmanna og formlegt leyfi til að greina tilkynningarskylda sjúkdóma. Á árinu lögðust inn 16 sjúklingar með COVID-19, þar af 24 á gjörgæslumeðferð að halda og 52 fengu þjónustu á COVID-19 göngudeildinni. Engin andlát urðu á sjúkrahúsinu vegna COVID-19 en alls þurftu 9 starfsmenn að fara í einangrun vegna COVID-19 og 114 í sóttkví. Freysnisspítali þurfti að fara í sóttkví í 2 vikur vegna smits en engin dreifing hlaust af. Áhrifin á aðra starfsemi voru mikil þegar toppar komu í faraldurinn, meðal annars þar sem valaðgerðum og skurðstofum var tvívegis frestað tímabundið og starfsemi dag- og göngudeildar raskskaðist. Þegar fólk minna á ferðinni en áður hefur það áhrif á bráðaþjónustuna. Komum á bráðamóttöku fækkaði og farið var í færri sjúkraflug en áður. Legudagar voru nokkuð færri sem á rannsóknum. En svona röskun á starfsemi hefur óhjákvæmileg áhrif til lengingar á biðlistum og biðtíma. Almennt gekk það vel að veita nauðsynlega bráðaþjónustu. Það er því ánægjulegt að sjá niðurstöður úr könnun Gallup þar sem íbúar á Norður- og Austurlandi eru spurðir traust til sjúkrahússins á Akureyri og viðhorf til þjónustu þess. Skemmst frá því að segja að 90% íbúanna bera mikið traust til sjúkrahússins á Akureyri og 95% þeirra sem höfðu nýtt sér þjónustuna síðastliðna 12 mánuði voru ánægðir með hana. Þetta ívið betri niðurstaða en fyrir ári þegar sama könnun var lögð fyrir. Þegar horft til trausts stofnana sem Gallup mælir í þjóðarpúlsi sínum skorar sjúkrahúsið á Akureyri hæst. Þetta frábær vitnisburður það góða starf sem hér unnið. Þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í á undanförnum árum varðandi öryggis- og gæðamál vegna gæðavottana sýndu gildi sitt og gerðu það að verkum að sjúkrahúsið var betur í stakk búið en ella til að takast á við þá áskorun sem COVID-19 er. Vegna faraldursins voru árlegar úttektir á gæðakerfum og jafnlaunavottunum gerðar með nýtingu fjarfundabúnaðar og snjalltækja. Þessar vottanir eru okkur mikilvægar
til þess að bæta öryggi sjúklinga og starfsmanna með markvissum vinnuferlum og umbótastarfi sem skila sér í skilvirkari þjónustu, betra vinnuumhverfi og samskiptum. En þegar mikil liggur við og reynir á, endurspeglast þau gildi sem liggja til grundvallar starfi okkar hér. COVID og allt sem því hefur fylgt endurspeglaði vel gildin okkar öryggi, samvinna, framsækni. Eins og áður var lykilatriðið að tryggja öryggi sjúklinganna og starfsmanna með skýrum leiðbeiningum, viðeigandi hlífðarbúnaði, sóttvörnum, umhyggju og virðingu. Með samvinnu og samstilltu átaki settu upp sérstakar legudeild, göngudeild og þverfaglegt viðbragðsteymi og litum á þær áskoranir sem uppkomu sem tækifæri til að sækja fram með nýjar leiðir til að veita þjónustu. Og samfélagið metur það sem vel gert og það endurspeglast í mikilli velvild og hlýhug til starfsemi okkar. Það má með sanni segja að hollvinir sjúkrahússins og aðrir velunnarar hafi komið með gjafirnar í ár. Ferðaöndunarvél, hjartalínutæki, sjúkrarúm, ómtæki, leysirtæki fyrir æðahnúta og lífsmarkamæla, svo fátt eitt sé nefnt. Þessi búnaður gerur okkur enn betur kleift að sinna þeim sem þurfa á þjónustu sjúkrahússins að halda. Öllum þeim sem komið hafa að þessum góðu gjöfum fær ég kærar þakkir. En ágætu fundarmenn, Sjúkrahúsið á Akureyri í sóknarferð. Almennt má segja að þær áskoranir sem heilbrigðisþjónustan stendur frammi fyrir endurspeglist í 5 meginþáttum. Fólk er eldra og hlutfall eldra fólks vex. Þeir lifa lengur og oft með langvinna sjúkdóma. Þróun í upplýsingatækni ör, tækniþróun einnig ör og hinn nýju þjónustu heilbrigðisþjónustunnar, Google-kynslóðin, gerir sínar kröfur. And change is the end result of all true learning, sagði Leo Buscaglia, rithöfundur og fræðimaður, sem í lauslegri þýðingu gæti hljómað svona: breyting er niðurstaða alls lærdóms. Lærdómurinn sem við drögum af því sem gerðist á liðnu ári á eftir að verða okkur veganesti til nýrrar nálgunar í að veita þjónustu og skipuleggja verkefni og starfsemi á nánast öllum sviðum. Þar má nefna nýja þekkingu í viðureign smitsjúkdómafaraldrum, upplýsingaflæði, samstarf, verklag og það sem ekki eru nýjar fréttir, hversu mikið og gott og hægt starfsfólk fær áorkað þegar allir vinna saman að settu marki. Þessi lærdómur segir okkur að við eigum að halda áfram að nýta tæknina og styrkja innviði með gæðastarfi. Í faraldrinum sáum við stórstígar framfarir í notkun upplýsingatækni til að leysa verkefni í sýnatökum og PCR-greiningum. Það segir mér að ef sami kraftur og fjármagn verið sett í önnur vel skilgreind upplýsingatækniverkefni væri hægt að ná miklum og hröðum árangri í fjarheilbrigðisþjónustu. Stefnur okkar sagt fyrir samfélagið og áherslur heilbrigðisstefnu eru leiðarljós okkar. Þar eru markaðar leiðir til þess að styrkja og bæta þjónustu og vinnuumhverfi með umbótum á vinnulagi, bættum tækjakosti og aðstöðu sjúklingum til hagsbóta. Þar segir meðal annars: sjúkrahúsið stefnir að því að vera í fararbroddi í þróun og notkun fjarheilbrigðisþjónustu. Í dag þá nýtum við fjarþjónustulausnir við innritun sjúklinga sem koma í valaðgerðir. Verið að þróa rafræna spurningalista fyrir sjúklinga sem þeir geta fyllt út í gegnum heilsuveru og sent með öruggum hætti beint í sjúkraskrá sína. Þá eru lausnir sem auðvelda samskipti, skipulag, fræðslu og endurgjöf ýmist komin í notkun eða í þróun. Þá erum við að innleiða sakpúlsinn sem tekur púlsinn og innri starfsemi og dregur fram áherslur sem þarf að huga að til að bæta heilsu og vellíðan starfsmanna. Og við nýtum rafrænar lausnir til að efla starfsþróun og fræðslu. Og nýlega þá tók sjúkrahúsið ásamt fleirum þátt í stofnun heilbrigðis- og velferðarklasa. Verkefni klasans er að leiða saman hagaðila í opinbera geiranum, einkafyrirtækjum og vísindasamfélaginu til þess að nýta og þróa lausnir í veitingu heilbrigðis- og velferðarþjónustu á komandi árum. Og þá eru verkefni í gangi sem miða að því að stytta biðtíma eftir þjónustu og meðferð.
En ég vil sérstaklega nefna 2 verkefni sem unnin verða á árinu og leiða af sér breytingar sem hafa áhrif á starfsemina til lengri tíma. Verkefni betri vinnutími nú í innleiðingu í samræmi við ákvæði kjarasamninga. Þetta viðamikið og flókið verkefni sem mikilvægt að leysist vel þannig að markmiðin með breytingunni náist. Hitt verkefni undirbúningur af fjármögnun sjúkrahússins með þjónustutengdu fjármögnunarkerfi byggðu á DRG. En stefnt að því að fjármögnun árið 2022 verði með þeim hætti. Grunnur að því skráning og kóðun allrar þjónustu sem veitt Sagt hefur verið að vísindi efli alla dáð. Í stefnunni okkar sakfræðisamfélagið sett fram það markmið að sjúkrahúsið verði háskólasjúkrahús. Það vissulega metnaðarfullt markmið. Vísindastarf vaxandi og ákveðnir starfsmenn sjúkrahússins sem uppfylla hæfniskröfur háskóla gegna störfum prófessora, dósenta og lektara við HA og HÍ. Ennfremur virkt vísindasamstarf við erlenda háskóla og háskólasjúkrahús. Sjúkrahúsið hefur metnað til að veita framúrskarandi þjónustu við sjúklinga sem byggður á bestu þekkingu á hverjum tíma. Það felur í sér að styrkja verður vísindarannsóknir og þekkingarleit eins og mögulegt Vinnuhópur sem hafi það markmið að skoða möguleika sjúkrahússins á því að verða háskólasjúkrahús, lauk störfum í lok árs og skilaði metnaðarfullri aðgerðaáætlun sem nýtt verður á komandi misserum til að ná settu markmiði. Og það styttist einnig í að langtáð markmið byggingu leigudeildar verði að veruleika. Leigudeildarbygging ekki bara mikilvæg sjúklingana vegna, heldur hún einnig nauðsynleg til að geta boðið starfsfólki vinnu aðstöðu sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar í dag og hjálpar til við að laða að starfsfólk og halda í það. Vankantar núverandi aðstöðu meðal annars til sóttvarna komu vel fram í faraldrinum. En ágætu gestir, að lokum þetta. Það var mikilvægur áfangi þegar bólusetning framvinnu starfsmanna hófst 30. desember síðastliðinn og vonandi markar hún upphæfið að endalokunum í baráttunni við þessa skæðu veiru. Það verður áskorun að vinna upp þau verkefni sem frestuðust og að sinna eftirstöðum faraldursins. Ég vil þakka þeim sjúklingum biðlunduna sem hafa þurft að bíða eftir að fá þjónustu. Ég vil þakka skilning þeirra aðstandenda sem ekki hafa getað heimsótt eða fylgt ástunni sínum á sjúkrahúsið. Ég vil þakka samfélaginu hlýhuginn og samstöðuna og stuðninginn sem birtist okkur í ótal myndum. Og síðast en ekki síst vil ég þakka starfsmönnum sem hafa lagt sig alla fram við að takast á við óvæntar og krefjandi aðstæður. Við getum litið stolt tilbaka og verið ánægð með það starf sem unnið hefur verið á árinu í góðri samvinnu með öryggi sjúklinga að leiðarljósi. Það full ástæða til bjartsýni og með það í huga þá sækjum við fram. Við erum í sóknarhug. Við vitum að samstillt átak skilar okkur mark. Það bestu þakkir fyrir vel unnin störf á liðnu ári. Takk fyrir þetta, Bjarni. Ég tek undir orð Bjarna að gildin okkar hafi endurspeglast áberandi vel í öllu okkar starfi á árinu. Öryggi, samvinna, framsækni. Það gaman að sjá. Bjarni nefndi einnig þann mikla lærdóm sem draga mætti af kófinu og að nýta ætti þann lærdóm til að nálgast þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Það má sannarlega segja að lærdómurinn sé veganesti okkar inn í framtíðina og lykillinn að enn meiri framsækni. En þá komið að mest spennandi dagskrárliðnum að mínu mati. Það yfirferð ársreiknings 2020. Ég býð Guðmund Magnússon, framkvæmdastjóra fjármálar og rekstrarsviðs, velkomin hér upp. Góðan daginn, ég kynni fyrir ykkur ársreikning sjúkrahússins árið 2020. Þá það fyrst afkomu yfirlitið, tekjuhliðin. Tekjur námu samtals 9.960 milljónum og höfðu hækkað 5% frá fyrra ári. Þar var hlutur ríkissjóðs
9.071 milljón eða 91% allra tekna og helst voru seld þjónusta og verksala sem námu 621,6 milljón eða 6,2% og höfðu hækkað 1% frá fyrra ári. Þá afkomu yfirlitið gjöldin og afkoman. Gjöld námu samtals 9.948 milljónum og höfðu hækkað 5% frá fyrra ári. Þar helst nema launatengd gjöld 7.703 milljónum eða 77,4% allra gjalda og höfðu hækkað 6% frá fyrra ári. Afkoma fyrir fjármagnsliði var jákvæð árið 2020 sem nam 12,4 milljónum á móti neikvæðri afkomu árið 2019 að upphæð 122,9 milljónum. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld voru samtals 1,1 milljón og því var afkoma ársins jákvæð árið 2020 sem nam 13,6 milljónum á móti neikvæðri afkomu ársins 2019 að upphæð 122,5 milljónum. Þá það efnahagurinn og eignahliðin. Óefnislegir eignir námu 0,5 milljón, varanlegir rekstrarfjármunir námu 1.285 milljónum í árslok 2020 og þar helst voru áhöldtækja búnaður upp að 992 milljónum. Fasteignir þær námu 49,2 milljónum og verk í vinnslu einnig fjárfesting í húsnæði og það var nam 217,3 milljónum. Og því voru fastafjármunir samtals 1.286 milljónir og veltufjármunir 1.392 milljónir og því eignir samtals 2.678 milljónir. Skuldahliðin í efnahagnum. Eigið fé var neikvætt í árslok 2019 sem nam 295,3 milljónum. Það var smávægileg breyting samkvæmt ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins upp á tæpa 0,5 milljón og eigið fé batnar sem nemur tekjuafgangi ársins sem var 13,6 milljónir. Þannig eigin fé samtals 282 milljónir á neikvætt eigið fé á móti neikvæðu eigið fé upp á 295 milljónir árið áður. Eigið fé skammtíma skuldir námu 2.960 milljónum og eigið fé og skuldir samtals því 2.678 milljónir. Þá það sjóðstreymið. Rekstrarhreyfingar voru jákvæðar sem námu 13,6 milljónum. Handbært fé frá rekstri var neikvætt sem nam 17,9 milljónum og því lækkaði handbært fé í árslok 17,9 milljónir. Það hafði verið 42,6 milljónir í ársbyrjun og var í árslok 24,6 milljónir. Hér birtum við 5 ára rekstraryfirlit og viljum draga fram afkomuþróunina og hlut orlofsskuldbindinga í afkomuþróuninni. Eins og sést þá var hún jákvæð 14 milljónir afkoman 2020, var neikvæð 123 milljónir 2019, sömuleiðis neikvæð 2018 upp á 96 milljónir og 2017 var neikvæð afkoman upp á 62 milljónir. Hérna eru sýnt hlutur eða umfang orlofsskuldbindinga þessara sömu ára. Þá sjáum við orlofsskuldbindingin hún nam 129,2 milljónum 2020,
tæplega 1 milljón árið 2019, tæplega 47 milljónir 2018 og tæplega 78 milljónir árið 2017. Og þið vitið við sýna þetta hérna að hlutur orlofsskuldbindinga hefur veruleg og afgerandi áhrif á rekstrarafkomu áranna og sömuleiðis þróunin í eigið fé tekur mið af afkomuþróuninni undanfarin ára. Það voru ársstörf í stofnuninni voru 517 og heildarfjárhæð greiddra launa nam 6.123 milljónum og afslöður að meðaltali voru 11,8 milljónir. Konur eru 786 af 954 árið 2020 og því 82% af starfa. Að lokum þá vildum við koma og draga fram þakklæti öllu þeir sem hafa gefið sjúkrahúsinu tæki og búnað undanfarin ár og árið 2020 þá báru sjúkrahúsinu tæki og búnaðar að gjöf andvirði 80 milljóna frá gjafasjóði og hollinum. Þetta eru helstu gjafirnar sem stofnuninni bárust, 14 sjúkrarúm og fæðingadeild, ómtæki fyrir hjartarannsóknir, leysertæki og búnaður vegna æðahnútaðgerða og ferðaöndunarvél fyrir sjúkraflug og gjörgæslu, ágæslu sjúkrarúm fyrir gjörgæslu, ómtæki fyrir fæðingadeild, 6 ungbarnavöggur og meðferðarstóll fyrir almenna göngudeild og 4 sjónvörn á barnadeild. Þetta eru þannig stærstu gjafirnar. Og frá árinu 1986 þá nema gjafaframlög uppreiknuð á núverandi verðlag 1319 milljónum króna. Þá vil ég þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Gleðilegt, það ekki á hverjum degi sem maður sér jákvæða afkomu. Við fögnum því. En þá komið að hotvinum sak. Fulltrúar samtakanna halda áfram að vinna óeigingjarnt starf í þágu sjúkrahússins. Ég verð alltaf pínu orðlaus þegar ég sé allt það sem þau hafa áorkað. Og án þeirra væri sjúkrahúsið ekki eins vel búið af tækjum og búnaði og raun ber vitni. Þetta kemur sér afar vel fyrir sjúklingan okkar og hjálpar einnig til við að laða að frábært starfsfólk. Við fáum að sjá myndband, gjörið svo vel. Heilbrigðisráðherra og aðrir góðir gestir ársfundar sjúkrahússins á Akureyri. Á þessu starfsári Hollvinasamtaka sjúkrahússins hefur verið slegið nýtt met í tækjakaupum. Það er á langt mál að telja upp öllu tæki sem við höfum keypt en ég stend hér við hlið ómtæki sem að keypt var fyrir fæðingardeildina og er til mikilla bóta fyrir alla aðstöðu ef með sætta læknum. Vert er að þakka öllum þeim sem hafa stutt okkur á árinu með beinum framlögum, ekki síst líka Hollinu sjálfum sem greiða árgjaldi sitt með bros á vör og fyrirtæki og aðrir sem hafa stutt okkur bestu þakki fyrir. Sífellt bætist við óskalista frá deildum sjúkrahússins tækjakaup til okkar Hollina og munum við reyna að verða við öllu þeim óskum sem til okkar hafa borist á þessu ári. Það er það mörg tæki að ég get nú vel ekki talið upp en þau eru mörg og kosta mikla peninga en fjáröflun gengur mjög vel. Markmið Hollvinasamtakanna er að gera aðstöðu hjúkrunarfólks sem besta og sjúklinga náttúrulega og megin tilgangur samtakanna er að gera allar aðstæður betri og auðveldari fyrir lækna og hjúkrunarfólk sem og sjúklingana, eins og áður sagði. Verkefninu lýkur aldrei.
mikið til tilhlökkun fram á stækkun á legudeildum sjúkrahússins sem framundan eru og þá munum við koma sterklega inn í þann leik og styrkja þá byggingu með tækjaköpum og öðrum framlögum. Það er stefna Orðlaunasamtakanna að styrkja við starfið og bæta eins og mögulegt og það mun vera raunin á þessu ári sem nú er framundan. Takk fyrir. Kærar þakkir, Jói, hollvinir og allir bæjarbúar. Það er ykkar elja, vinnusemi og örlæti sem gera okkur kleift að nýta tugi milljóna til kaupa á tækjum og búnaði til handa stofnuninni sem hjálpar til við að halda sjúkrahúsinu okkar í fremstu röð. Ég segi bara stórt takk fyrir hönd okkar allra. Næst munum við sjá myndband með smá samantekt af COVID-árinu á SAK. Hér kemur upplifun starfsmanna úr kófinu. Gjörið svo vel. Út úr kófinu. Fréttir bárust frá Kína. Einhver pestaganga, sennilega komin frá leðurblökkum. Stuttu seinna er búið að loka af heila borg sem heitir Wuhan sem fæstir hafa heyrt nefnda áður. Borgin telur þó 11 milljónir íbúa. Alþjóða heilbrigðisstofnunin er farin að hafa áhyggjur. Fréttir berast af smitum utan Kína. Þetta er víst mjög svæsin flensa. Sóttvarnalæknir boða til funda með heilbrigðisstofnunum. Við skulum undirbúa okkur undir heimsfaraldur af svæsinni kórónuveirusýkingu. Smitleiðir eru helst snertismit og flensan leggst þungt á aldraða og veikburða. Þetta er alvöru heimsfaraldur, kannski eins og spánska veikin. Við á sjúkrahúsinu hefjumst handa við að skipuleggja starfsemina þannig að við getum veitt nauðsynlega þjónustu og einnig sinnt COVID-19 sjúklingum sem þurfa á innlögn að halda. Sóttvarnir og endurskipulagning þjónustu þurfti svo ótæktis veira næði sér ekki á strik á sjúkrahúsinu, hvorki meðal sjúklinga eða starfsmanna. Sífellt berast nýjar fréttir umfang og eðli þessa faraldurs. Fyrstu smitin greinast hér á landi. Almannavarnir eru virkjaðar og þríeykisfundir verða daglegir viðburðir. Fordómalausir tímar. Við erum öll í þessu saman. Við erum öll sóttvarnir. Fyrstu sjúklingar leggjast inn á SAK. Mikill viðbúnaður en það gengur vel að sinna þeim. Fyrstu sjúklingarnir leggjast á gjörgæsluna. Enn meiri viðbúnaður en allt gengur fumlaust. Fyrsta bylgja gengur yfir. Sumarið sem Íslendingar urðu túristar í eigin landi. Bylgja 2. Varla meira en gára. Er þetta búið? Nei. Bylgja 3. Erfið og langdregin en nú höfðum við reynsluna. Við sinntum sjúklingum með COVID á COVID-legudeild, göngudeild og gjörgæslu. Álag? Já, en enginn kvartaði. Smithætta? Já, en enginn smitaðist við störf og engin dreifing varð á sjúkrahúsinu. Við skulum líta aðeins yfir farinn veg og skoða hvaða upplifun, lærdóm og hvað gekk vel að mati starfsmanna.
En hvað nú? Starfsmenn eru bólusettir og meginþorri sjúklinga líka. Sóttin geisar ennþá út í heimi. Lífið mun verða eðlilegt en líklega öðruvísi eðlilegt. Sennilega eru ekki fordæmi fyrir því að íbúar séu svo vel að sér í smitsjúkdómum og sóttvörnum. En með þessa þekkingu og reynslu sem við höfum öðlast á þessum tímum, siglum við sterkari út úr kófinu. Skemmtileg samantekt og enn og aftur þakkir til allra starfsmanna SAK. Þá komið að hvatningarverðlaunum sjúkrahússins. Framkvæmdastjórn sjúkrahússins á Akureyri hefur árlega frá 2011 veitt ákveðinni deild eða einingu hvatningarverðlaun fyrir góðan árangur, en þetta árið okkur ómögulegt að gera upp á milli deilda. Krafturinn, samtakamátturinn og eljan í mannauði SAK það dýrmætasta í allri okkar starfsemi. Þið hafið sýnt fram á það að ef viljinn fyrir hendi ekkert ómögulegt. Hvatningarverðlaunin í ár munu því fara til ykkar allra. Starfsfólk SAK þið stórt hrós skilið. Mannauður SAK, gjörðu svo vel. Takk og aftur takk. Starfsfólk sjúkrahússins svo sannarlega vel að þessum verðlaunum komið og ég óska ykkur öllum til hamingju. Í þakklætisskyni munu framkvæmdastjórn og viðbragðsstjórn grilla til heiðurs starfsfólki þegar veðurspá lofar. Og þá komið að síðasta dagskrárliðnum í dag. Það heiðrun starfsfólk. Venja að heiðra þá starfsmenn sem hafa hætt á árinu eða frá síðasta ársfundi og hafi töku lífeyris. Með sóttvarnatakmarkanir í huga var ákveðið að hitta þetta góða fólk eða þá sem komust í lystigarðinn. Við sjáum myndir, gjörið svo vel. Takk fyrir þessar skemmtilegu myndir og til hamingju þið öll sem voru heiðruð fyrir ykkar störf. Það hefur verið afskaplega dýrmætt fyrir sjúkrahúsið að fá að nýta krafti ykkar og við sendum ykkur okkar bestu óskir velfarnað í ykkar næstu verkefni. En nú dagskráin að verða tæmd
og þessi yfirferð yfir árið 2020 að verða lokið. Það er óhætt að segja að Víðir, Alma og Þórólfur séu orðin sameiningartákn, en þau hafa verið fastagestir inn á heimilum okkar landsmanna. Það sama má segja um Helga Björns sem færði okkur, innilokuðu Íslendingunum, gleði með söng sínum, það bera sig allir vel. Og það er sannarlega óhætt að segja að við höfum borið okkur vel og rúmlega það. Mótlætið og erfiðleikarnir hafa þjappað okkur saman sem aldrei fyrr og gert okkur enn ákveðnari í að sækja fram og stefna hátt. Framundan eru krefjandi verkefni, en með víðtækri samvinnu og samstöðu, með nákvæmri og hreinskiptinni upplýsingamiðlun og síðast en ekki síst með reglulegu samtali, þá höldum við áfram hérna á sjúkrahúsinu á Akureyri í miklum sóknarhug. Þetta verða mín lokaorð hérna í dag og ég vil fyrir hönd framkvæmdastjórnar þakka öllum fyrir áheyrnina. Ég segi þessum fundi hér með slitið og við endum á því að heyra fallega tóna í flutningi starfsmanna sjúkrahússins. Njótið vel og takk fyrir mig. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum á sjónum allar bárur smáar rísa og flytjast heim að fögru láti
Faður